Númer 12, Pétur Már. Númer 14, Ómar Sandsson. Númer 18, Sölvi Akkarsson. Númer 20, Jonathan Atuma. Númer 22, Bjarki Jóhannesson. Númer 24, Arnar Steinsen. Númer 23, Atli Valdimarsson. Númer 40, Þorgils Máni Eggertsson. Númer 51, Níels Hafsteinsson. 52, Gunnlaugur Þorsteinsson. 61, Egill Þormarsson. 77, Birgir Árnason. 83, Steindór Júlíusson. Í liði Fjölnis númer 1, Polly Stífúls. Númer 2, Jón Helgason. Númer 3, Stígur Aspar. Númer 5, Martin Símanek. Númer 7, Sölvi Egilsson. Númer 8, Kæmur Kam. Númer 10, Jóhann Kristjánsson. Númer 15, Hófur Guðjónsson. Númer 12, Viktor Örn Svavarsson. Númer 86, Vignir Arason. Númer 18, Drú Baron. Númer 19, Kristján Kristinsson. Númer 21, Egill Arngard. Emil Arngard. Númer 27, Páll Guðnason. Númer 29, Jón Aðalsteinsson. Númer 33, Úlfar Andreasson. Númer 72, Styrmir Snorrason. Númer 77, Viktor Hlinsson. Númer 84, Hektor Þórsson. Númer 88, Tómas Vítar. Ég minni á að sjókum fyrir opið. Já. Njótið þessi. Já, góða kvöldið. Verið velkomin í Skautadalinn og Laugardal. Hér eftir örfáa sekúndur hefst leikur Fjölnis og SR. Og þetta fyrsti leikur herstdeildar karla. Bæði lið hafa bætt í mannskap. Svona fyrir þetta tímabil. Hressir strákar frá Akureyri. Það var gengir í raðir SR-inga. Ævar Agrinsson og Heiðar Kristjánsson sem endar held ég staddur í Búlgaríu með Skautafélag Akureyrar svona í þetta skiptið. Fjölnir er einnig bætt í mannskap. Hafa fengið til sín bæði fyrrum leikmenn og sem hafa voru kannski ekki mikið á ferðinni seinasta ár en eru komin tilbaka sem er vel. Einnig eru þeir komin með erlenda leikmenn sem styrkir þeirra leik án efa.
Hér hefst þetta. Það er Axel Orangar sem byrjar þetta bara strax. Reynir hérna að skota mark. Það er bara hörku færi strax hérna. Það er ekkert verið að grínast hér. Gunnlaugur Þorsteinsson hér. Það voru mætt að festu í hópnum. Bjarki reynir langa sendingu fram hana. Engin fristing. Og Axel hér, reynir hér að grípa þetta tækifæri. Ævar hér nær að koma pekkinu djúpt niður. Falur hér, feldur niður. Ingi dómur þetta og hér kemur skot. Ævar Þór Björnsson með í markinu. Bjarki, langa sendingu hér upp með. Það er Styrmir Mokk, feldur hér við og hér er feldur. Já, og við fáum mynda dóm, fyrsta dóm kvöldsins. Sýnist það að vera Falur sem er að fara í boxið. Falur Guðnason. Hann var ekki mikið með á seinasta ári en virðist vera komin hér á fullu gasi. Það er uppkast hér í Orðarsæði Fjölnis. Yfir Níels. Sölva. Úlfar reyna að reynsa út og nær því. Svo tekur börninu bakvið. Stilla hér upp í uppspil. Sölvi. Aftur á Axel. Axel kemur hérna inn. Hann kemur sinni færi. Tekur skotið. En Styrmir Snorrason í markinu nær að verja þetta vel. Hér koma Emil, sendir yfir og það er skot. Ævar verð þetta. Sýndist þetta að vera skot frá þessum tékkneska leikmanni sem Fjölnir hefur fengið til þessu sig, Martin Semanek. Sölvi hérna komin hérna framhjá. Hann er hérna einn eiginlega næstu því. Ævar sem er að koma hérna með Þorgils inn í pökkið niður í hornið og Gunnlaug Fjölnir með hreinsa einn út. Það er hálf mínútu eftir að yfir tölunni hjá SR. Kemur Þorgils hér upp kantinn inn á miðuna. Það er eitthvað vandræðagangur með sendingarnar hérna. Það er Pétur Mokk hendir pekkinu bara niður í svæði. 15 sekúndur eftir að yfir tölunni. Ég held að þeir ná ekki að nýta sér þetta færi. Og hann kom meira stað. Martin hér, langskot. Það var bara að spekla þetta meir í horn. Jonathan. Pekkinu áfram. Ómar. Kemur sem uppáðum með pökkina. Smuttur með pökkin sín í milli hér Fjölnismenn. Ómar kemst inn í þessa sendingu. Úlfar kemur hérna, löng sending fram. Þeir ná að taka niður hérna, þetta var rosalegt og skot. Ævar verð þetta vel. Þetta var stórglæsileg móttaka hérna. Já, Tómas Víðal. Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta uppkast. Gunnlaugur, hann er komið pekkinum áfram með Níels. Það er næst ekki alveg. Komaður skot. Hann lengur hann í vörninni.
Axel hér. Hann að koma stefnum framjá. Aftur og aftur. Missir frá sér pökkinn á vondur stað. Og það tekur skot. Ævar varði þetta vel. Kyle McCann, bandarækjamaður sem gekk til liðs í Fjölni nú fyrir tímabilið, greip pökkinn hana hættulegum stað, náði skoti á Ævar. Fjölni vinnur þetta. Lungsveit gerir á kantinn. Barningur hérna í Dóra Másson í horninu. Hérna er að grafa þetta pekkinum hérna. Daniel og Tómas fengið pekkinum inn í svæðið hann á bláu línunni. Þetta er Róa að spila þetta niður. Ferska lappi komur á ísinn. Vignir Aron náðu að koma pekkinum að spila á hérna Emil. En hérna kemur pekkinum djúpt niður. Það er Bjarki fyrir SR. Skuttla pekkinum áfram. Það styrmir á móti Viktor Örn hérna. Ævar hoppar hann út og kemur Ævar Argríms kemur pekkin á miðuna. Hann er þá með pökkinn hérna. Reyna hérna langa sendingu fram. Kristín. Brotin Kilo hérna á ísnum. Já. Önnur merkileg félagaskipti fyrir þetta tímabil var að Birgir Árnason a.k.a. Bansi fór frá Fjölni yfir í SR fyrir þetta tímabil. Sömuleiðis Steindór Ingarsson og Atli Snær markmaður. Núna hlustingin. Einnig má beina athyglinni að leikmanni númer 15 hjá Fjölni, Hópur Guðjónsson. Hann hefur ákvað að draga fram skautana nýju fyrir meistaraflokk Fjölnis. Standa hann í vörðinni. Daniel og byttur við, hann er algjört færi. Ómar Söndursson hann í baráttunni. Viktor Örn með pökkinn hérna. Áfram er Össeringar að ná pekkinu hérna á hættulegum stöðum í Fjölni. Pétur langskot þarna frá Jónatan. Lendi hann í vörninni á Fjölni. Kemur Tómas Vídal. Það er rauðu. Sölvi fylgir honum alla leið og í battan. Jónatan sendur yfir á Daniel bróður sinn hérna á kantinum. Þar er Martin Simanek kominn. Hér er pökkur pekkinum hent út af. Þið góðum með það, við förum bara í uppkast inn í varnarsvæði SR.
Úlfar og Sölvi sem mun eigast í pökkin í uppkastinu. Eitthvað Hermann Aspar eiga hann á orð við Ævar Arngríms. Það Stinga sem ná stjórnarsöfenginum. Styrmir kemur inn, Styrmir sendir yfir. Ævar sendur bakhanda skot þarna. Styrmir Örn Snorrason hárréttum stað og hárréttum tíma grípur hann pökkinn. Þetta var mjög sterk sókn hjá SR-ingum. Styrmir hann alveg klár. Hann kom örlítið inn í lok seinasta tímabils. Hann kominn nú bara sem fyrsti markmaður hjá Fjölnir. Það vel, Birgir tekir hann áfram. Fyrst markið verið að fara hjá Fjölnismönnum. Fyrst eru að bóra þetta aftur. Uppkast réttin utan varnarsvæði Fjölnis. Það SR-ingar sem á stjórnarpækinu. Níels fer með pökkina niður í hornið. Það mæta nokkru Fjölnismenn. Það Emil Mollingård kemur hér upp miðuna. Vel spila hérna hjá Fjölnismönnum og komast inn í ákveðið færi. Löng sendingin yfir á hann Gunnlaug á fjær bláu línunni. Greip hann bara og setta hann fyrir sig. SR-ingar vinna þetta uppkast. Jónatan Pétur aftur á Jónatan. Jónatan reynir að skot, lendir bara í vörninni. Bara í vörninni hjá Jóni Kristjánssoni sem einmitt spilaði með SR í fyrra en hann fór á láni á seinasta ári og núna orðinn fullgildur Fjölnismaður. Besta mál. Sölvi siglir hérna áfram bara upp kantinn inn á miðuna. Hann komin hérna gegnum allt og alla. Hvað gerir Sölvi? Sölvi setur fyrir. Þetta munaði ekki miklu þarna. Styrmir hendi pekkinu bara á markið. Kastar pekkinu út. Þessi pökkurna ekki að renna í frystingu. Bjarki hérna, löng sending fram. Pökkurinn hoppar hann yfir killunni hjá Ævari Arngrímssyni. Það eru menn ekki að standa í rétt í uppkastinu. Það eru Fjölnismenn sem fyrir þetta uppkast. Það er Ævar hann að komin bak við markið í trappísuna. Martin skot langt yfir. Vignir
Ævar leist ekkert á þetta, þannig að hann bara tæfði pökinn í hvelli. Já, eitthvað eru dómararnir að ræða hvað er að taka uppkastið, en það er orðið klárt núna. Emil og Axel uppkastið. Refsir ykkar sem að taka þetta uppkast. Þorgils sendir hérna Jögna og það er Níels, sendir á Þorgils. Birkir. Löng sending fram. Nú er reynir að koma pekkinum yfir á Níels félaga sinn, en sendingin ekki alveg nógu góð. Gunnlaugur pekkinum djúpt. Þessi er engar hopp í skiptingu. Ómar reynir að pressa hann á Viktor bak við markið. Þessi er einhvern veginn hingra bara. Viktor kemur pekkinu. Afskaplega hættulegu leikur hann hjá Viktori að senda pekkin bara einhvern veginn. Jónatan hana í baráttunni í horninu. Kemur Ómar, tekur skotið. Fínt færi fyrir Ómar. Styrmir náði að loka markinu hana. Staðan 0-0. Átta mínútur og 45 sekúndur eftir að fyrsta leikluta. Þetta er búið að ganga hratt fyrir sig. Áhorfendur fá okkur dóm. Það var nú ekkert á það að setja. Úlfar kemur hinn inn. Úlfar tekur bara skotið. Þetta fátt annað að gera. Kemur Styrmir, Mók, siglir hinn inn. Listavel gert hjá Styrmi og listavel gert hjá Styrmi Erni í markinu. Ennþá markalaust, en það er búið að vera eitt og annað færi. Þannig að það eru Eskfirðingar sem vinna þetta, enda pekkin samt út úr svæðinu. Ævar reynir hann að senda ykkur fyrir, enginn í marki. Viktor. Axel sendir inn áfram, hann er Níels, aftur á Axel. Það er ekki alveg að stjórna pekkinum. Þorgils, skot! Birkir. Það er hjólaði hann. Birkir er stór og stæðilegur og það er ekki auðvelt að eiga við hann. Emil kemur pekkinum áfram. Það er Kyle. Emil fellur innan við. Birkir, það gerir Birkir. Hann er einn og yfirgefinn hérna. Hendir pekkinu bara út. Emil aftur. Martin. Löng sending yfir. Kemur Jóhamar. Mönnum rusla hér til hægri vinstri. Jóhamar gangur við battan. Það vill til Daniel. Hendir pekkinu við bara út. Og mér sýnist bara í fljótu hann verið að uppskera 2 mínútna dóm. Það er þannig þegar menn skjóta pekkinum út af í varnarsvæði. Skjóta pekkinum beint út af.
það 2 mínútur fyrir leiktöf. Þannig að nú fá Fjölnismenn hér tækifæri á yfirtölunni. Það Úlfar og Ómar Söndrason sem fara henni í uppkastið. Og hér vinna Fjölnismenn uppkastið og reyna að ná að stilla sér upp. Skot og löngufæri. Lendir hann í vörninni. Áfram einhver darradans hjá markmennunum hérna. Komast þér í spilið. Úlfar hér komið á kantinn. Já. Bjarki sendi pökkinn bara lengst út. Fátt hann að gera. Það yfirtalan hálnuð hjá Fjölnismönnum. Gerð það, Tómas. Lína áfram. Lína yfir. Kyle. Það Viktor tekur skotið. Reynir að koma pekkinum undir Ævar. Lúmst skot. En Ævar stuttur í annan endan og snöggur niður. Dalur hann í baráttunni uppkastinu. Tómas nær ekki að halda pekkinum. Egill Þormónsson skautar þetta niður. Emil með baráttunni. Tómas hendur pekkin yfir. Þar Viktor Örnin, hann lætur hann fara. Emil hérna komin pekkin. Hendur aftur yfir. Kyle hendur pekkinu niður. Viktor grípur hann bara, setur niður sig. Reynir hann að spegla sendingu á Fall. Emil lungstur niður. Nei, þetta Emil. Þetta var Tómas hérna. Tómas aftur. Reynir hann að skot. Bjarki speglar hann í burtu. Emil. Það er að snúa hér Axel af sér. Refsitíminn er liðinn. Spila 5 á 5. Markið er farið. Þetta var ágætis færi fyrir Fjölni hérna. Áttu ágætis tilraunir en markið er farið. Við máum vantala í hér menn með bor til að laga þetta. Já, skautafélag Akureyrar eru að keppa í Búlgaríu Continental Cup. 25 ára afmæli þeirra keppni. Spiluðu við Svenska Sofía í gær, unnu þann leik 6-5. Það eru Fjölnismenn sem vinna uppkastið. Martin reynir þetta skot í gegnum þjóðuna, það gekk ekki alveg. Stefán Kristjánsson hér, ára kom pekkinu upp. Löng sending hérna niðri til heldur hún ákveðum. Daniel kom pekkinu múta, text. Sölvi hér, Ævar með honum. Ævar hérna á kantinu. Reynir hérna að koma pekkinum áfram en lendir hérna í vörnin hjá hann. Sölvi. Sendir á Birkir. Ágætis tilraun af Birki og Ævari. Sendir á Axel snýr bara strax við, tætara stað.
komum beint í þugana hjá öllum Fjölnismönnunum í varnarsvæðinu. Eitthvað eru menn ósáttir þarna en sýnist dómar leiksins vera að gefa Axel Orvangan 2 mínútur. Það spurning fyrir hvað það virðist vera að gefa 2 mínútur fyrir Olboa. Og aftur eru Fjölnismenn hér með yfirtöluna. Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta. Tómas sendur á Fal. Tómas aftur. Kyle með skot. Hann var að vera þetta vel. Viktor Svavas hérna í baráttunni í hólfinu við Steindór Ingvarsson. Henda pekkinu minn út. Tómar setur pekkinu áfram á Emil. Emil kemst það niður. Hann er reyna fyrirgjöf. Það ekki alveg takast. Birkir hendir pekkinu bara út. Axel fekk víst 2 mínútur fyrir Slasík. Það breytir engu þar sem 2 mínútur og 2 mínútur. Martin Semanek kemur inn, tekur bara dundurskot á hann Ævar. Ja, dundurskot. Þetta var mjög þétt skot. Ævar hendir, nei, þetta var nú ekki aðeins. Þetta var hann Bjarki. Skutlaði pekkinum út, eiginlega í hausinn á sínum eigin liðsfélögum. Rétt að kanna kortið í síkjáli örugglega á vakandi. Aftur vinna sendingar upp á stið. Bjarki sendir á Þorgils. Þorgils sendir pekkin bara alla leið yfir. Engin hristing. Þar sem sendingar eru manni færri. Nei, þetta er Kristján Lókman fyrirgefið. Há og löng sendingin yfir. Þar er Martin. Reynir að komast hér í gegnum. Mann og annan. Kristján Lókman hendir pekkinu bara djúpt niður. Lókman endar í höndunum á Þorgils. Það er eiginlega einn í baráttunna. Nær að snúa og baða af sér. Löng sendinga yfir. Það er Axel Orvangan. Einn og valdaður. Hvað gerir Axel? Nær ekki að fylgja eftir. Gunnlaugur hendir pekkinu niður. Falur skilur pökkinn eftir fyrir Viktor. Viktor hérna tekur snúningin. Löng sendinga yfir. Emil. Falur. Ævar stekkur á pökkinn þarna og kæfir hann. Prýðisfæri fyrir Axel Orvangan. Góðum degi hefði hann nýtt þetta færi. Aftur eru Eskeringar að vinna upp höstinn. Styrmir, Mók, sendir langa sendingu yfir. Ævar, först sending yfir hérna. Kallað spila.
Steindór Inga hér í baráttunni, sýndist mér. Stilmi Mokk með honum. Það eru Fjölnismenn sem kom með út. Martin, sending yfir. Lappinir á Kristján Albert. Úlfar, skot framhjá. Bjarki fyrir SR, kemur pökkinn hérna upp úr horninu. Falur fiskar á honum. Það er ekki Falur, sendir hérna yfir á Tómas. En sendingin ekki alveg að hitta. Það kemur Bjarki hér. Viktor á mótónu. Sölvi. Kemur pökkinn meður á Bjarka. Bjarki yfir á Daniel. Daniel skýtur í varnamúrin fyrir framann markið. Viktor, þannig að koma pekkinu fram hjá Sölva. Tekst svona næstum því. Kyle. Reynir að senda ykkur á Fal hana. Sendingin ekki alveg að hitta. Falur sendir yfir. Og hér er fyrstur leikluti. Liðið, staðan er 0-0. Greinilega bæði lið hafa náð að nýta æfingatíman vel fram að þessum fyrsta leik. En við tökum okkur örstutt hlé, fyllum á kaffibóllana og gerum okkur klár fyrir næsta leikluta.
Já, góður árangur hér eftir örfáa sekundur. Hefst annar leikslut í þessum stórfjöru á leik milli Fjölnis og Skautafjarðar og Reykjavíkur. Þessir erkifjendur í borg óttans. Liðin búin að skiptast hressilega vel á færum. Búin að fá sín tækifæri á yfirtölunni. Og hér byrjum við. Refseringar sem vinna þetta uppkast. Axel kemur pekkinu djúpt út í svæði. Martin fær á sig þarna Níels. Smávegis stærðarmunur á þeim munum en hér er Þorgils og reynir þarna að koma pekkinum yfir á Gunnlaug en Gunnlaug náði ekki alveg í pökkinn. Hann hefði vel getað endað inn í þessi pökkur. Tómas nú kom pökkinn úr kantinum, hann fer inn í svæðið. Hann er komið á honum. Það er skot. Ævar varði þetta en misti pökkinn úr griphandskanum en hann kemur fyrir Birgir Árnason reynir að hann kemur pekkinu bara út úr svæðinu og hann rúlar í frystingu. Og já, við uppgæðast hér varnarsvæði SR, Emil og Axel. Það er Emil sem er þetta, Viktor. Kemur eftir fyrir Val. Valur reynir að koma pekkjum nýr í svæðið þarna. Gunnlaug kemur pekkjum út. Viktor hirðir hann hérna í hlutlasarsvæðinu. Kemur aftur inn. Það er Bjarki mættur. Áfram að Bartingu við battan. Það er Bjarki sem kemur pökkinn út úr þessu. Sendir yfir á Birgir. Birgir yfir á Styrmi. Styrmi snur pökkinn yfir. Það er Birgir. Sendir á Sölva. Sölvi hérna hendir pökkinnum og djúpt niður. Það er Styrmi Mokk. Hann kemst í pökkinn. Það mæta hana hana tveir hressir Fjölnismenn. Annars vegar Kyle. Valur. Kemur á Emil. Emil hérna, siglir baka marki, kemur undan marki hérna. Kemur pökkinn hérna yfir á Viktor. Hvað gerir Viktor? Tekur skotið. Ævar við þetta. Emil aftur. Áfram með Viktor að koma pökkinum á sína menn í hornanni. Viktor missir pökkinn frá sér. Allt í góðu lagi. Kópur hirðir þennan pökk upp. Ég pressa hann stíft. Kópur sá engan annan kost í stöðun en að frysta pökkinn. Og við fáum uppkast. Varnarsvæði Fjölnis. Skottölur fyrir fyrsta leikluta eru 10 skot SR og 12 hjá Fjölni. Hérna koma Fjölnismenn sterkir inn. Emil náði þarna fínu skoti og frákastinu. En Ævar fimur og kvikur varði þessari árás. Refseringar sem vinna þetta býðum við. Hér er má hætt á ferður. Þarna var Tómas. Greip hann pökkinn. Fegins hendi. Þorgils. Nú kom hann pekkinum á Axel sem sendi pökkinn bara
út úr öllu, bara yfir glerið, engin dómur á það. Hann þarf að vera í varnarsvæði til þess að það verið dómur. Þannig að við fáum uppkast hér fyrir utan varnarsvæði S-eringa, nei, Fjölnismanna byrgiði. Það er Fjölnismenn sem vinna þetta. Tómas. Það er Martin, löngsending á Martin hérna og það er alla leið yfir og þetta siglir í frystingu. Það reyna hérna snögga sókn Fjölnismenn. Sendingin hefði þurft að heita spaða. S-eringar sem ná hérna að stjórna á bekkinum. Hérna á þeirra að spila. Fín spila mennska hérna, inn og mark! Þarna lúrði Styrmirmokk fyrir fram á markið. Greip þarna held ég annað eða þriðja frákastið úr markinu og skóplar honum upp í þagnetið. Við sjáum þetta hérna fyrir spilað og við fáum skot hér. Það er annað frákast og þarna, já, þetta er fyrsta frákastið sem Styrmir nær hérna og setur pökkinn í þagnetið. Staðan orðin 1-0 fyrir SR. S-eringar sem vinna þetta uppkast. Sendingin upp á Egil sem kemur pekkinu sæði. Þar eru Ómar Söndrursson, Viktor Ötsva sem mætti honum. Jónatan og Tóma heldur pekkinu minni. Guðskonar að darra dans í gangi hérna. Egil kemur pekkinu minni í sæði. Pökkur mikið í loftunum núna. Það sé að pekkinu djúpt. Það er einn margreyndi varnarmaður Viktor. Hann tekur bara pökkinn sjálfur hérna. Það er ekkert að tvínuna við þetta. Kraftur í honum. Kemur pekkinn fyrir markið en það vantar Fjölnismann. En það er hins vegar Jónatan og Túma. Kemur pekkinum áfram á Gunnlaug Þorstinsson. Reynir að koma inn á fyrir Níels. Fettir hér við í hóðinu. En hann heldur bara áfram. Sendir hérna yfir á Þorgils. Þorgils nær ekki alveg að stjórna pekkinum. Reynir að ná sem Falur. Yfir á Emil. Emil á siglingunni hérna. Missir eitt pekkin frá sér. Reynir að koma pekkinum áfram. Reykjum bakhandasendingar hérna Martin. Úlið skot og löngu færi. Ævar Þór Björnsson í markinu. Glifti pökkinn bara. Fjölnismenn sem eiginlega, já, þeir eru að ná stjórnun á pekkinum nema hvaða. Það er Styrmir Mokk sem kemur pekkinum áfram. Ævar hendur pekkinum djúpt í svæðið. Það er Martin. Hann hendur pekkinum en missir hann hérna. Styrmir sendur pekkin yfir. Og skot! Lendir eiginlega í Steindóri Inga þarna. Steindóri Inga var svolítið að verja sinn gamla félaga þarna. Sölvi tekur skoti þarna. Styrmir Snorrason í markinu. Varði þetta vel. Hér kemur Martin. Simonek. Sendingur á kantinn. Kyle. Úlfar með á honum. Jóhamar þarna köslar í sínum gömlu félögum sem er vel. Daniel. Þeir eru að koma pekkinum út. Gengur illa. Handanum Drew Barron sem tók ekki út.
aftur Jóhamar. Kemur pakkinum yfir á Drew. Drew var ekki alveg með, sjá þetta. Þorgils reynir að skópla pekkinum út. Hann er einn hérna í horninu. Það er Birgir Árnason sem kemur að hjálpa honum. Mikill skautakraftur í Þorgils. Hann kemst inn næstu í gegnum allt og alla en það var Jón Albertsen. Ævar hér komur út úr markinu og reynir að koma pekkinum áfram. Níels, kemur pekkinum yfir Axel. Axel tekur skotið. Lendir hérna í vörnina á Viktori og yfir markið. Áfram er Þorgils hér allt í öllu í vörninni hjá SR. Viktor, ná koma pekkinum áfram. Axel, hendir pekkinum djúpt niður. Emil hérna, Bjarki sér við honum. Birgir Árnason hérna ruslar mönnum hér í vörninni. Alveg upp á gamla mátan. Hér flautar dómaraleiksins Háa Kilvi sýnist mér. Styrkafinn í uppkastið, Steindór tekur skotana, Styrmir Snorrason í markinu, var þetta vel. Viggo Bjarki tekur bara skotið, mikil trafík fram markið, hefði alveg getað rúlað inn. Egill kom pekkinum hann áfram á Styrmi. Styrmir hérna með pökkin, hvað gerir Styrmir? Reynir að koma pekkinum fyrir. Bjarki reynir skotið, pökkurinn af vörninni og upp í möskvana fyrir ofanglerið. Það er þokkalega mætt í stúkuna í Laugardalnum. Ábyggilega 250 manns eða svo. Þokkalegt fyrir fyrsta leik. Eskeringa vinna uppkastið. Þannig að lúmska, ja, fyrirgjöf inn í þöguna fyrir fram á markið. Martin. Það er Pétur Mokk sem mætir honum. Pétur, það er að snúa hann af sér hérna. Við pökkin yfir á Ævar. Ævar er að gösla hérna áfram. Tekst það. Já, hann er hér bara í baráttunni. Áfram er Ævar með pökkin. Freðan á fæti. Fínt skot hjá Jonathan. Pétur, Jonathan, skot. Fínasta skot hjá Jonathan Ótóma. Styrmir Örn sem bara speklaði pökkinn bara upp í loftið. Það er einleiðin. Við fáum enn eitt uppkastið. Seringa sem vinnur uppkastið. Þorgils reynir að koma pökkinn frá markið. Það er Axel, missir pökkinn aðeins af Kilunni í lappirnar. Nú var pökkinum áfram. Það er Falur, hirðir pökkinn upp. Mætir honum Birki. Hann er ennþá með pökkinn. Þorgils. Þeir náður að senda pökkinn sín í milli. Gunnlaugur. Sendir yfir á Þorgils. Upp með Emil. Sendir yfir. Það er Falur. Og það er Bansi líka. En Sölvi. Skot. Vel varið hjá Styrmi í marki í Fjölnis. Sölvi. Styrmir fyrirgeðu. Styrmir tekur skotið. Styrmir Örn Snorrason er búinn að vera bara
í yfirvinnu í markinu að skjóta Pekkinum út úr svæðinu. Það er góðu lagi. Hesteyringar hafa verið helstir sókndjarfari núna þennan hluta af þessu leikluta. Gunni vinnur þetta. Martin hendir Pekkin yfir. Sölvi. Pekkin með úr Ævar. Hanna kemur Kristján Albert. Það er Styrmir sem hyrði Pekkina á honum hérna. Það er Sölvi. Það er Martin sem ætir honum. Sölvi hér, snöggur. Hvað gerir Sölvi? Reynir að koma Pekkinum eitthvað áfram. En þá kemur Martin. Martin á siglingunni hérna. Bjarki nær að bæja hættinu frá. Fellir við en nær að spretta á lappir. Kópur hendir Pekkinu niður. Bjarki áfram í baráttunni. Sölvi róar þetta niður. Löng sending fram. Það er Egill, nei, fyrirgefðu, það er Pétur. Þarna er Egill. Og það er skot á Pétur. Viktor snýr hérna við. Jónatan Ótóma truflar hér þessa sókn. Egill Þormásson, það gerir Egill. Lendir með smá aksjón. Hendir Pekkinum í svæði Fjölnis. Daniel Ótóma fer í pressuna. Kemur Pekkinum á Egil. Viktor rífur Pekkin úr höndunum á Styrmi í markinu. Drew, löngsending yfir. Átt að vera þarna á Kyle held ég að hafi verið. Já. En Pekkurinn skoppar þarna yfir killuna hjá honum. Pekkurinn rúlar í frystingu. 10 mínútur og 50 sekúndur betur búið af öðrum leikluta. Staðan er 1-0 fyrir SR. Það eru Fjölnismenn sem taka þetta. Kópur, Pekkin fyrir á kantinn. Það eru Jóhamar. Aftur eru Kópur. Það eru yfir á Kyle. Þorpil kom hérna á Pekkinabláðina, yfir að Birki. Birki tekur skoður löngu færi. Beint í fangið á Styrmir Snorrasinni í marki Fjölnis. Martin með Pekkinina yfir á Arásson held ég. Emil Pekkinum er á fal. Bjarki Pekkin yfir á Styrmi. Styrmirinn er hérna yfir á Sölva. Sölvi eltir, Martin með og þetta er frysting. Pekkur hendur þessar megin. Þetta gefur Pekkinum áfram á Styrmi. Það er Úlfar hérna. Nei, þetta er ekki Úlfar. Það sé Kristján Albert sem átti hérna lúmsbakanda skot.
Kristján Albert. Ágætis finta hjá honum hana. Ómar tekur hérna smá snúning með pökkinn. Hann kemst hérna út. Hann kemur á siglingunni. Sendir hann á Pétur. Viktor missir fót hana. Þeir eru að grafa til pekkinum minna. Úlfar að hendi pekkinum inn í svæðið. Jónatan eltir. Sendir Daniel. Löng sending fram. Það er Ómar sem tekur pökkinn inn. Martin. Þetta er Kyle. Kyle missir hann inn út. Hér er pullandi færi. Hér er Axel Órangan. Eiginlega einn á móti markmanni. Hvað gerir Axel? Og hann skorar! Hann var ekki að láta þetta færi sér og greipum ganga. Við sjáum þetta hérna. Hann nær hérna. Nær að koma hérna fyrir og skila pekkinum í markið með léttu bakkandaskoti. Staðan á hann 2-0 fyrir SR. SR vinna þetta uppkast. Axel kemur hérna áfram. Skotið og stöngin á frákastið. Gunnlaugur Þorsteinsson grípur frákastið, feginsendi og skorar framhjá Styrmi. Erni Snirrarsson sjáum þetta hér, skotið í stöngina. Þarna nær hann frákastinu. Og aukur enn á fórustu SR. Staðan orðin 3-0 fyrir SR. Þetta er orðin brekka fyrir Fjölnismenn. En þá eru Essiringar inni við Kólan í uppkvöstunum. Egill mætir Emil. Löng sendingan yfir. Daniel snerti þennan pökk. Þarna er Ævar í smá skóaferð. Rosaleg sending hér á Pétur upp með kantinum. Pétur nær honum. Hvað gerir Pétur? Hann sleppur við þessa tæklingu. Það er Ómar. Hann verður fyrir tæklingu. Og hér kemur Viggo. Falur með honum. Falur skýtur hann á Ævar. Og Ævar grípur þennan pökk auðvitað. Reyna að koma pekkinum áfram. Bjarki löng sending hérna upp á Styrmi. Styrmi tekur skotið rétt fram hjá. Ævar með að fyrir hérna niður. Martin. Kristján Albert. Það er Sölvi sem hýrði þetta upp. Sendir pekkinum yfir á Styrmi. Ævar. Ævar kemur pekkinu djúpt í hornið. Steindór Inga eftir. Úlfar. Hanna mætir honum. Þeir takast á hana, gömlu liðsfélagarnir. Þeir senda pökkið niður, Úlfar. Vignir. Aftur á Úlfar. Úlfar í smá baráttu hana. Og við erum við. Markið hefur verið farið. Þarna var Styrmi Mokk alveg í ákjósanlegu færi. Markið farið, þá verður að stoppa þetta. Mér sýnist nú Veigar línumaður verið að koma með borulinn í hendina.
Já, eins og ég sagði frá áðan, þá eru liðsmenn Skautvallar Akureyrar að spila í Búlgaríu, Sofía, og spiluðu þar í dag við Andri Resslið. Náðu ekki að lenda sigri þar, töpuðu 6-2. En það ágætist leikur eitthvað síður. Leikurinn í gær var betri og á morgun mæta þeir sterku liði. Löng sending yfir hér, Birgir. Há og löng sending hérna. Níels hérna, greip hann. Já, þeir munu mæta Tartu Valk 494 á morgun og mér sýnist að sá leikur hann byrji klukkan 4:30, sýndu beint á YouTube. Sýningar sem vinna þetta uppkast. Arnar Pekkinu vel á milli sinni, Egill sendir hérna á Ómar hér baráttu, Jónatan aftur á Ómar kemur Pekkinu djúpt niður, Pétur þeir eru hérna í baráttunni. Drew hendur Pekkinu djúpt niður. Viggo Pekkin fyrir hann var enginn. Ævar snýr hérna við. Það er að koma Pekkinu djúpt niður í svæði. Sölvi Allarsson næði hérna Pekkinu. Fellur við. Valur. Þetta er á Vignir. Nú koma Pekkinu út. Það er Bjarki. Viggo snýr hérna við. Pekkinu niður. Styrmir. Þetta er á Axel. Axel er að koma bara Pekkinu á markið en þar var Vignir Arason fyrir. Þrjár mínútur 20 sekúndur og 1 sekúndu betur eftir af öðrum leiksluta. Það búið mikið að gerast, 3 mörk og ég veit ekki hvað. Þessi er ekki að vinna einhverstið. Birgir skot, það er framhjá, langt framhjá. Skot. Thomas. Viktor. Hérna yfir á. Sýnist við vera Jón Albert. Hér kemur Viggo. Viggo hér. Nei, þetta var ekki Viggo. Þetta var hann Þorgils. Kristján Albert hérna. Úlfar. Kristján Albert. Sendir hér yfir. Martin. Lúmst skot. Hátt uppi. Daniel. Kemur Pekkinn yfir á Egill. Egill kemur hérna áfram. Ekki Egill. Reynir bara skotið. Lendir hérna í kinnunni hjá Fjölnismanni og hátt yfir markið. Áfram með barðum Pekkinn hérna. Ómar hér í mokstrinu eins og við köllum það. Daniel. Stungu sendi hérna á Egill. Spegla Pekkinum inn í svæðið. Það er Vignir. Fyrir Fjölni. Þeir eigast þarna við. Drew sendir á Martin. Martin snýr á 1 og 2 af sér
missir pökkinn frá sér. Jonathan missir pökkinn innan frá sér. Það skot, lendir hérna í vörninni. Aftur markið laust. Það þarf að laga götin sem eru fyrir mörkin. Æskilegast væri að vera að finna fyrirkomulag eins og fyrir norðan og í Egilshöllinni. En það eru vonir standa til að þetta verði lagað þegar að skipt verður batta hér í Laugardalnum sem ætti að gerast snemma á næsta ári. Það kynir sig um þetta. Viktor skilur pökkinn fyrir Fal. Fal sendur yfir á Kópur með fínt skot. Það Styrmir sem heyrði pökkinn. Bjarki með honum hér upp kantinn. Kópur mætir honum. Bjarki sendur fyrir. Það hörgur bara þetta hér við battan. Ævar og Bjarki hér. Fær pökkinn óvænt frá markið. Mikið bara þetta. Styrmir sendur pökkinn upp yfir. Það Arnar. Áfram með mikil barátta hér. Emil. Kópur. Þetta á Viktor. Viktor sendir hérna langa sendingu yfir. Engin fristing. Ævar hoppar út á markinu og skóflar pekkinum áfram. Og hér Níels. Komum með pökkinn. Hvað gerir Níels? Pökkinn fyrir. Og mark! Axel Órangan eftir sendingu frá Níels Hafsteinsinni. Alls konar bakhandatricks hérna. Sjáum þetta hérna bakhandasending. Hann tekur og nær að koma pekkinu fram hjá Styrmi í markinu. ...25 sekúndur eftir að öðrum leikluta. Staðan orðin 4-0 fyrir SR. Þetta orðin veruleg brekka fyrir Fjölnismenn. Martin sem hefur þetta upp hérna. Tómas yfir Vigni. Martin pekkinum áfram. Einhver menn fimmnum við pökkinina. Egill kemur hérna áfram og leiklundin rennur sinn líftíma. Staðan 4-0 fyrir SR, en það eru heilar 20 mínútur eftir af þessum leik og allt getur gerst. Við tökum okkur örstutt hlé, sjáumst hér eftir cirka 15 mínútur.
Já, hér er þriði leikluti hafinn, fullu gasi. Þorgils. Axel. Þorgils, löng sendingin yfir á Birki nær Pekkjunum ekki alveg. Viggo, tekur skotið á Ævar. Við litum inn á hér Pekkjunum, Emil tekur snúningin. Pekkjunum hér upp á Viktor. Nei, þetta er ekki Viktor. Viktor er hérna megin. Góður, sendingin yfir, Kökkurinn út úr svæðinu, Fylgismenn þarf að losa út, Jón Albert, Viggo, Jón Albert aftur, Emil. Þannig að Pekkjunum áfram, Viggo, Jón Albert, hann dettur hér niður, dómarinn kominn með hendina. Hér fáum við refningu. Birkir Árnason 2 mínútur fyrir að fella. Það er ennþá bannað að fella menn með kylfunni í íshokkí. Það hefur ekki breyst. Og hér eiga Fjölnismenn tækifæris að mögulega næla sér í mark. Hér er Egill Þormóðsson. Ómar Söndursson með á honum. Þeir eru ekkert að gefa neitt eftir þó að þessu manni undir. Martin hásendingin yfir. Steindór Rindunar svippar honum niður. Egill Þormóðsson kemur inn í svæði. Egill Þormóðsson með pökkinn. Hvað gerir Egill? Ágæti skot þarna. Styrmir vel vakandi í markinu og náðu að beygja hakkinu frá. Kristján Albert róar þetta hérna niður. Hérna ná mönnum í eitthvað uppspil. Kemur Pekkinum á. Mér sýnist þetta að vera Martin. Vilgásson í Pekkinum á Fal. Falur kemur upp kantinn. Það er ekki komið Pekkinum. Viktor. Pekkin yfir. Það er Tómas. Viggo. Viktor missir þetta Pekkin frá sér. Þetta er Viktor hér. Hvað er markið? Bjarki mætir honum. Ekkert að manngangur hérna. Tómas. Það er á Viggo. Viktor er hann að lunga sendingu á Fal. Emil. Tómas aftur. Tómas yfir á Viggo. Viggo. Aftur á Tómas. Emil. Reynir hann að stungu sendingu á Fal. Emil hérna róar þetta niður stillir upp. Tómas er komin á kantinn hérna. Fín sending hérna yfir á Fal á kantinum. Tómas nær Pekkinum í hóðunni hérna, kemur hérna undan marki. Emil hér snýr á Níels. Viktor með skot. Ævar greip þennan pökk. Auðveldlega refsitíminn liðinn hjá Birki Árnasyni. Liðinn orðinn 5-5. Uppkast í varnarsvæði SR. Það er Fjölnir sem vinnur þetta. Vignir kemur inn að undan markinu. Fyrir Vignir. Þannig að komast inn að fram hjá Styrmi. Það er hana, þeir eru að grafa til Pekkinum hana, ansi margir. Það er Fjölnismaður Vignir sem kemur Pekkin út. Styrmi er áfram í honum. Birkir er hjálpað til. Sölvi. Það er ekki að skjóta Pekkinum. Úlfar. Pökkurinn skopar hérna í fangið á Birki sem sendir Pökkin yfir á Ævar.
Rétt mistir á honum. Þetta vera engin fristing á þetta. Vignir reynar fyrir og færi og Ævar ver þetta. Rosalegt færi þarna. Biðnum við. Dómarinn segja að hann hafi verið inni. Við sjáum þetta hér aftur. Kemur hér. Það smá barátta hérna í horninu. Og hann pekir hann Vignir hérna sendir fyrir. Það Jóhann Mar. Skýtur pekkinum Pökkurinn lítur að hafa horfið hann inn í möskvana og eitthvað. Staðinn honum 4-1. Arnar Steinsen komið með Pökkinu baka markið, hinkar hér aðeins við. Falur að fá hér 2 mínútna brottvísun fyrir að krækja. Hann ósáttur við það, en dómari leiksins Hermann Haukur Aspar alveg klára á þessu. Þýðir ekki að deila við dómaran. Ekkert frekar en fyrir daginn. Vestfirðingar hér komnir á yfirtöluna og vinna hér uppkastið. Axel Styrmir, Axel Rinnanda skot. Níels nær frákastið. Styrmir aftur á Níels, en Níels nær ekki alveg pekkinum. Fær hann hana í skautana. Úlfar hendir pökkinum áfram. Þannig var Sölvi. Styrmir lungsingðan yfir. Axel tekur skotið rétt yfir. Pökkurinn hendir hana í battanum og út fyrir sveiði og við fáum uppkast. Vestfirðingar vinna uppkastið. Þorgils hann tekir djúpt niðriti. Ævar Viktor með honum hana. Þorgils Pökkurinn eitthvað að skoppa hann í slottinu. Pökkurinn best til Emils. Emil hér í baráttunni að halda bekkinum upp við battan. Þeir ná að koma bekkinum út. Löng sending yfir. Það Ævar. Húnlaugur fýpast á bekkinum hérna. Og það Sölvi sem kemur bekkinum áfram. Albert Kristján Albert segir löng sending. Styrmir Pétur Mók segir bróður hans. Hann Styrmir. Bjarki
Yfir á Axel, missar hórið, hér Martin Semenek, hvað gerir Martin? Tekur skotið, Ævar verð þetta Axel kemur pökkir upp hóðinu, Sölvi með honum Þau koma inn á siglingunni hérna, 3-3 Sölvi hér, siglir alveg einn inn Ágætis færi, ágætis tilraun hjá Sölva En Styrmir Örn Norðarsson í markinu Alveg klárið þetta Liðin orðin 5-5 Síðan Finnum við rúkast hérna Viktor Fals Fínt spil hérna Emil Komin hérna inn Emil komin inn Það gerir Emil Sendir fyrir Pökkurinn laus Viktor Emil Aftur á Viktor Viktor tekur bara skotið Pökkurinn skoppar hann eitthvað Það komin öðruleiti meiri sóknarþungi í leik Fjölnismanna heldur en í öðrum leikluta. Þeir voru frískir í fyrsta leikluta, gáfu svolítið eftir í öðrum, en það verðist núna vera komast smá fút í þetta hjá þeim núna. Steindór pökkir yfir hérna, Ævar, Bjarki reynir að koma pekkinum inn. Pökkur rángstafur. Martin, löng sending yfir. Það var Jóhammar. Jóhammar aftur. Sendir þarna yfir á Vigni. Vigni, nær ekki að koma hérna. Styrmir, heyrðið pökkinn. Það er Ævar. Fellur þarna við, reynir skotið. Engu að síður. Sölvi. Nær ekki taka skotið hérna. Ævar aftur. Ævar þar pressa byltu bak við markið. Axel snýr hérna tilbaka. Horfur upp. Löng sending. Lendir hérna á Kristján Albert. Úlfar kominn inn. Missir pökkinn aftur. Gunnlaugur. Níels með á honum. Hátt skot yfir. Tómas. Níels. Axel. Axel stendur upp. Tekur skotið. Pökkurinn laus fyrir markið. Birkir. Pökkurinn látið. Viktor. Kristján Albert reynir að komast fram hjá Þorgils, nær því ekki. Pétur kemur hérna inn í ræðið. Kópur eftir hann. Emil tekur hérna léttan snúning. Ómar skópla pekkinum inn í svæði Fjölnis. Það er Martin kemur hérna upp. Sólar sig í gegnum 3 og 4. Hann kemur hérna alla leið upp. Tekur skotið, lendir hann í vörninni í honum Daniel og Tóma. Martin tekur skotið. Lendir aftur í Daniel. Daniel er alveg búinn að fórna sér í skotin frá þessum tékkneska Martin Semenek.
Eitthvað er markmaður Esseringa, Ævar Þór Björnsson, ósáttur við dómarann. Við haldaði fram að hann hafi rétt upp hendina hérna í leiknum áðan og þess vegna var hann lagt af stað að bekknum. En þetta er allt saman að leysast, held ég. Áfram með leikinn, segi ég nú bara, og ég held ég flest allir aðrir. Já, Esseringar kalla hér bara leikhlé. Það eru sléttar 30 sekúndur. Þjálfari Esseringa og ákveða að taka hérna leikhlé til að kæla mannskapina niður. Allt í góðu með það. 9 mínútur og 44 sekúndur sléttar eftir. Við fáum uppkast í varnarsvæði Esseringa. Það eru Fjölnismenn sem vinna þetta. Það er Styrmir Steinn Mokk sem er fyrsti maður í pökk hérna. Reynir að koma pekkinu fyrir en það gengur ekki. Ævar kemur pekkinu fyrir og skot og mark. Þetta var rosalegt spil hérna, krakkar. Sölvi Freyr Atlason lúrði þarna inn og óvaldaður í slottinu. Sjáum þetta hérna aftur. Það er Styrmir sem vinnur vinnuna vel hérna. Kemur hér, hann Ævar sem kemur til aðstoðar. Fær pökina, sendir hann fyrir á Sölva sem er einn og óvaldaður í slottinu og skilar pekkinu í markið og breytir stöðun í 5-1. Það eru Fjölnismenn sem ná stjórn á pekkinum og þessu uppkasti. Jón Albert sendir hann langa sendingu á Úlfar sem er að koma killinn í pökkinn og vinnur hann hér í horninu. Martin. Dundurnegla beint á blálínni, beint á milli lappana á Ævari. Held ég að hann bara alls ekki búist við þessu. Við sjáum þetta hérna, Úlfar vinnur vinnuna vel hérna, sendir pökkinir og það er beint skot og inn. Held að Ævar hafi nú ekki séð þetta nægilega vel. Já, staðan er orðin önnur núna. Staðan er ég held að staðan sé orðin 5-2. Töflunum stendur 5-3 sem ég held að sé nú ekki alveg rétt. Nema ég hafi mist af einhverju. Pétur með skot þarna úr þröngufæri. Ómar speglar pekkirinn inn í svæðið. Pétur er að heyra pekkirinn á hendunum inn í svæðið. Kemur Falur. Falur siglir inn áfram. Hann er kominn í gegn.
Ævar kæfir pökkina, Falur aðeins glæsir í hann. Átta hálf mínútu eftir af þriðja leikluta. Vinnur kvæði, Steindór Ingarsson hérna, sendir yfir á Bjarki yfir á Styrmi. Styrmi tekur pökkinn yfir og kemur pökkinn í minni svæði. Styrmir áfram með pökkinn. Pökkinn á Ævar tekur skot á markið. Styrmir í marki Fjölnis, lokaði þarna á horninu. Pota bekkinum inn úr uppkastinu. Ná hér Styrmir, Bjarki, löng sending yfir á Steindór. Steindór tekur skoti bara, lendir hann í varnarmúrnum hjá Martin. Martin er að hérna að þvæla í gegn. Hann næri ekki sendingunni, en og seint. Bjarki, Steindór. Hérna í lappirnar á Styrmi sem kemur pekkinum inn og það er Níels. Níels er grafið til pekkinum. Kristján Albert kemur pekkinum út. Áfram. Birkir sendur í kantinn, þar er Gunnlaugur Þorsteinsson, hann kemur hérna inn. Það gerir Gunnlaugur. Reynir hann að skotið, pökkurinn í killu varnarmanns og upp í loft og í möskuna. Sér ekki að vinna uppkastið. Hættuleg sendingina, Falur kemst inn í þetta. Þorgils tekur pökkinn með sér. Þorgils, löng sendingu upp yfir á Níels. Níels er að komast inn í gegn. Axel. Falur sendir hérna yfir á Sölva. Nei, þetta er ekki Sölvi. Þetta er Jón Albert. Það reynir hérna, skotið nærði ekki, fær pökkinn aftur hérna. Gunnlaugur kemur pökkinn bara á ramman, pökkurinn speglast upp í möskvana bak við markinn og við fáum uppkast. Þessi er ekki að vinna uppkastið. Daniel Jónatan tekur hérna fínt skot. Styrmir greip þetta engu að síður auðvitað, hann sá skotið allan tíman. Daniel tekur bara skotið, lendir hann í varnarmúrnum í framan hann. Pekkin í hornið, Ómar með Pétur, Ómar hérna kemur, hringsar upp vesenið, Jónatan þetta pekkin er bara djúpt neyri í hornið. Það er Pétur, þar með honum eru Vignir Kópur
Valdimar Kópur sendir á Sölva hérna. Vignir aftur. Hann snýr hérna við, aðeins að róa þetta. Ævar eldir hann. Kristján Albert tekur pökkinn yfir. Reynir að koma pökkinum áfram. Pökkur lendur í höndunum á Jónatan og Tómas. Sölvi, pökkinn er Sölvi. Sendir á Styrmi. Styrmir. Það var til pökkinn tjók. Styrmi mokk hérna. Kemur niður. Úlfar. Steindór. Reynir að koma pökkinn á. Kristján Albert fiskar pökkinn upp hérna. Tekur skoti og réttur hausamót honum á Ævari í marki SR. Steindór. Yfir á Bjarka. Falur í pressuna. Emil hérna. Það er að stöða þessu sól. Martin. Bekkinum áfram. Bjarki sem bekkinum yfir á Gunnlaug. Bekkinum áfram. Martin missar henni út. Falur eldir hann uppi. Martin hérna með bökkinn baka Matti. Það horfður langt upp. Löng sending. Fyrirgjöf hérna. Falur. Ævar varði þennan bökk. Þetta var stór hættulegt færi hjá Gulli. Þeir eru geta gert sér mát úr þessu færi. Listavel spilað. Löng sending á Emil hér á færbláu línuna á Falur snöggur inn niður miðjuna. Það verða að kanna mörkin. Aftur þurfum við að bora fyrir mörkunum. Þetta er bara svona. Já, það er hægt að minnast á næsta leik í herstendinni. Það eru sömu lið, Fjölnir og SR, sem mætast 27. september í Egilshöll. Sá leikur byrjar klukkan korter í 8. Það er með að því hvernig þessi leikur spilaðist að þá er klárlega þess virði að gera sér ferðið í Egilshöll og horfa á þessi lið eigast við aftur. Hér er Kópur með skot. Þarna mátti ekki miklu muna að Emil neyði að spegla pökinn inn. 4 mínútur og 7 sekúndur eftir að leiknum. Ómar og Falur í uppkastið. Það er Falur, sendir yfir á Viktor. Viktor innan að skjóta hann, það er Pétur sem fær pökinn til sín. Egill reynir hér að komast í gegn. Viktor. Emil hendur pekkinu niður.
Pekkinum kastaði hér út. Það hópur sem nær Pekkinum hér. Pökkunum endar í killunni hjá Sölva. Reynir koma Pekkinum á Pétur en ekki alveg Emil. Róar þetta mikið niður. Sendir Pekkinum yfir og Viktor. Stígur. Það Jóhamar. Styrmir. Einhver vandræðagangur við að koma Pekkinum út í svæðinu í Össeringum. Það að undan á Sölvi hérna, kemur nú á Þorgils. Þorgils leggur á stað. Ævar með á honum hér. Þorgils kemur hérna undan marki. Sendir fyrir. Það engin blá treyja. Það nóg af svörtum treyjum. Sölvi kemst hérna í gegn. Reynir að koma Pekkinum áfram á Samherja. Pökkunum endar í höndunum á Styrmi Mokk. Það Níels baratölu við Martin. Það Úlfar sem reysar með þetta með sér. Sendir hér Pekkin yfir á Martin. Níels nær að bæja hettinu örlítið frá og Pökkurinn speglast úr leik. Þetta uppkast. Einhver smá hérna Bjarki Tómas eftir hann hérna niður. Gunnlaugur skópla Pekkinum hér hátt upp í loftið. Það Martin reynir hann að stjórna Pekkinum. Þeir róa það aðeins niður hérna. Skilur sér upp í ykkur útspil. Martin löng sendingin upp. Það Kristinn Albert. 2 mínútur eftir að leiknum. Martin löng sendingina upp. Jón Úlfur reynir hana. Ná ekki alveg koma að skoti. Emil hér í horninu í baráttunni 2. Löng sending yfir. Jón Albert. Emil missir Pökkinn hérna í höndum á Egil eða hvað, nei, en á að halda djótt niðri. Mínúta og 20 sekúndur eftir. Bjarki er að snúa á hérna á sér. Yfir á Egil hér upp með kantinum. Viktor skautar inn áfram. Hann stór og mikill, setur alveg rautt til leiðina. Falur sækir Pökkinn bak við markið. Kemur hann yfir á Kó hendur hann yfir á Jóhamar kemur inn. Hann að brjóðast inn í miðuna. Og hann með Pökkinn. Nær hann að skoti. Mikil barátta hjá Jóhamar. Nær að kösta sér í gögnu vörnina hjá SR. Og nær hann að skoti eiginlega bara á öðru hnénu. 44 sekúndur eftir að leiknum. Það Fjölnir sem vinnur þetta uppkast. Sending hann inn. Þarna Axel Orangan. Hann reynir hér. Nú sem menn af sér. Það hann að skota markið. Varu svo sem enginn til þess að gefa. Ætliði reyna að ná einu marki til viðbótar áður en leiktíminn er úti. Það verður áhugavert að sjá hvernig þeir ná að spila úr þessu. Það eru Össuringar sem ná að nýta þetta uppkast eitthvað. Stígur og Pekkinum áfram. Gunnlaugur.
Agalega fínt samspil hjá Gunnlaugi og Axel Órangan. Það Úlfar Jón Andrésson sem kemur hér á siglingunni upp kantinn. Það gerir Úlfar. Hann komin inn í horn. Fimm, fjórar. Hér rennur leiktíminn út. Og þá staðan ljós. 5-2 sigur fyrir SR. Þetta var hinn besta skemmtun þessi leikur. Greinilegt að þessi tvö lið eiga slatta inni og það verður afar áhugavert að fylgjast með þeim núna 27. Það sé ekki þriðjudagurinn og ég hvet ykkur eindregið til þess að kíkja á þann leik í Egilshöllinni. Ég heiti Helgi Rók Þórðarsson búinn að lýsa sig hér í kvöld. Útsendingastjórnin búinn að vera í höndunum á Andrési Arnar. Við segjum þetta gott í kvöld. Takk fyrir og góða nótt.